Hér rætt þá þingsályktunartillögu hv. þingmanns Illuga Gunnarssonar og fleiri að ríkisstjórninni verði falið að lýsa því yfir að horfið verði frá fyrirhugaðri fyrningu aflaheimilda sem getið í verkefnaskrá ríkisstjórnarinnar. Raunar mótsögn í þeirri yfirlýsingu sem felst í þingsályktunartillögunni því að þar þess krafist að fallið verði frá fyrningarleið af því það sé svo mikilvægt að gefa sér enga niðurstöðu fyrirfram. Samt vilja flutningsmenn gefa sér það fyrirfram að ekki verði farin sú leið sem kosið var í síðustu alþingiskosningum, sú stefna sem borin var fram af báðum stjórnarflokkum. Stefnan sem hv. þingmaður Illugi Gunnarsson kallar hótun, en ég vil segja að sé loforð og var auðvitað kosningaloforð. Ég held að hagsmunaaðilum í sjávarútvegi væri nær að ganga til samstarfs við íslensk stjórnvöld nauðsynlegar breytingar á núverandi kvótakerfi, þiggja þá útréttu hönd sem þeim hefur verið rétt, koma að borðinu og vera hluti af þeim sáttum sem þarf að ná við sjálfa þjóðina þetta mál, ekki bara útgerðina, heldur þjóðina. Áróðursstríðið sem nú háð gegn eðlilegum og tímabærum breytingum á fiskveiðistjórnarkerfinu í raun og veru í sáralitlu samræmi við tilefnið eins og ég hef áður rætt á þessum vettvangi og það á mun meira skylt við sérhagsmunagæslu undir yfirskyni stjórnmála. Menn hér að hrópa hrun yfir sjávarútveginn í landinu verði fyrningarleiðin farin, tala eins og það sé verið að hramsa frá þeim þeirra lögmætu eign og þjóðnýtana eins og það oft orðað, og gott ef byggðir mun ekki leggjast í eyði og fiskveiðir leggjast af við strendur landsins. En það því miður fátt sem fær staðist í þessum málflutningi útvegsmanna og þeirra talsmanna hér á Alþingi. Fiskveiðar munu að sjálfsögðu ekki leggjast af eða byggðir fari í eyði þó að útgerðarmenn verði með formlega hætti að horfa upp á það að það sem þeir kalla sinn eignarrétt verði breytt í nýtingarrétt í samræmi við markmið núgildandi laga og þó að stofnaður yrði auðlindasjóður þaðan sem veiðiheimildum yrði ráðstafað til framtíðar nota fyrir útgerðina í landinu gegn hóflegu gjaldi. Því einmitt þveröfugt farið því það núverandi kvótakerfi eins og það í dag sem hefur kallað alvarlega röskun yfir byggðir landsins og það ætti hv. þingmaður Illugi Gunnarsson að þekkja mörgum öðrum betur, svo nátengdur sem hann Flateyri við Önundarfjörð, þaðan sem útgerðarmaðurinn seldi og fór með 3 milljarða í vasanum fyrir 2 árum eða 3 og skildi byggðarlagið í sárum. Byggðarlagið sem kallar hv. þingmann Illuga Gunnarsson Tengdason Flateyrar. Ég vil minna líka hér á í framhaldi af því sem við erum að tala og það sem hv. þingmaður kallar séreignarrétt, þá vil ég minna á 1. grein fiskveiðistjórnarlaga þar sem segir: Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar. Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildunum. Tilvitnun lýkur, með leyfi forseta. Það með öðrum orðum þjóðin sem á fiskinn í sjónum, við getum kallað það ríkið, í lögunum stendur þjóðin og ég hef hingað til gert greinarmun á þjóð og ríki og það var frá fyrstu tíð vilji löggjafans að útgerðin hefði nýtingarrétt á þessari auðlind, ekki eignarhald. Það algjörlega skýrt á þessari markmiðslýsingu. Það fráleit fullyrðing að innköllun aflaheimilda í áföngum á 20 árum í samráði við þá sem eiga hagsmuna að gæta sé einhvers konar umbylting á fiskveiðistjórnarkerfinu. Þaðan af síður það staðist að hófsöm og löngu tímabær leiðrétting á þessu óréttláta kerfi muni leiða hrun yfir greinina. Það má rifja það upp sem hefur reyndar oft komið til umræðu hér á þessum vettvangi að við erum að tala hér kerfi sem samkvæmt úrskurði mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna brýtur mannréttindi og hindrar eðlilega nýliðun þar sem menn eru tilneyddir til að gerast leiguliðar hjá handhöfum aflaheimildanna. Þetta kerfi sem felur í sér
samskonar meinsemd skuldasöfnunar og yfirveðsetningar og þá sem olli efnahagshruninu í haust. Og ég segi samskonar meinsemd. Ég ekki að tala það að núverandi skuldir sjávarútvegsins séu orsök efnahagshrunsins sem við lentum í haust. Ég að tala að inn í kerfið innbyggð þessi samskonar meinsemd. Og náttúrulega erum við hér að tala kerfi þar sem aflaheimildirnar voru upphaflega færðar útgerðunum endurgjaldslaust í hendur, þó þær hafi skipt hendur síðan, með þeim afleiðingum að LÍÚ hefur nú slegið eign sinni á fiskinn í sjónum. Fiskveiðiauðlind þjóðarinnar sem eign þjóðarinnar en ekki LÍÚ. Og aflaheimildirnar úr þessari þjóðarauðlind hafa útgerðir landsins meðhöndlað sem söluvöru, sem skiptagós og leiguvarning. Og þær hafa veðsett aflaheimildirnar. Menn tala hér eins og þetta frjálsa framsalskerfi fiskveiðiheimilda, kvótakerfið, sé einhvers konar fyrirmyndarkerfi sem ekki megi raska. En hvernig stendur þá á því að svo illa komið fyrir sjávarútveginum að gamli grátkórinn hrópar hruni við greinina ef það verður hróflað við þessu kerfi? Ætli það sé ekki frekar hinn geigvænlega yfirveðsetning og skuldastaða greinarinnar sem skapar henni nú meiri hættu heldur en þær breytingar sem boðaðar hafa verið. 550 milljarða króna skuldar sjávarútvegurinn. Atvinnuvegur sem á síðasta ári hafi 170 milljarða króna tekjur. Og hefur, af því að þetta kom út í tals hér í máli háttvirts þingmanns rétt áðan, hefur frá árinu 2005 skuldað meira en helming ársveltu á hverju ári, en vitanlega þá jukust skuldirnar hratt núna síðasta árið eftir hrun. Og þessar skuldir, þær hafa aukist 250% á síðustu 7 árum, það að segja, 3 sinnum meira heldur tekjur greinarinnar. Og það athyglisvert að af þeim 500 milljónum sem greinin skuldar það bil helmingur vegna kaupa á skipum og kvóta, eins og háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason nefndi hér. Hinn helmingurinn vegna afleiðusamninga og hlutabréfa kaupa og áhættu viðskipta, má segja, utan greinarinnar. Og það raunveruleg hætta á því í ljósi þessara stöðu að íslenskar aflaheimildir renni úr höndum okkar Íslendinga og lendi í höndum erlendra fjármálastofnana og kröfuhafa. Og samkvæmt opinberum upplýsingum, eða upplýsingum sem opinberlega birtar, að þá hefur komið fram að innan við helmingur íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja standa traustum fótum. 27% eiga sér ekki viðreisnar von. Og annar eins fjöldi þarfnast tímabundinna aðgerða, það að segja getur ekki staðið við skuldbindingar sínar eins og sakir standa núna, og síðan nálægt 40% sem að segja má að séu starfrækt á eðlilegum rekstrargrundvelli. Ég held að eina leiðin til að forða því að veiðiheimildirnar lendi í höndum erlendra fjármálastofnana sé þess vegna að styrkja í verki markmið og fyrirmæli íslenskra laga að aflaheimildir á Íslandsmiðum séu í reynd eign íslensku þjóðarinnar en ekki einstakra útgerðarfyrirtækja. Staðreyndin nefnilega sú að núverandi kvótakerfi hefur í gegnum tíðina verið vettvangur fyrir brask, og þó að það verði ekki sagt hvern einasta útgerðaraðila, því vitanlega fyrirfinnast vel rekin útgerðarfyrirtæki og einstakir útgerðarmenn sem reka sín fyrirtæki af ábyrgð, þá engu að síður staðreynd að í greininni hafa þrifist óvönduð meðul. Og í því sambandi gæti verið fróðlegt fyrir þingheim að kynna sér vel skýrslu 2 laganema á Bifröst, þeirra Þórðar Más Jónssonar og Finnboga Vikars Guðmundssonar meðferð aflaheimilda sem viðgengst í þessari atvinnugrein, og það athyglisverð lesning og vönduð greining á ástandinu. Frú forseti, ég treysti því að sú ríkisstjórn sem nú situr láti einskis ófreistað að knýja í gegn þær breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu sem kjósendum var heitið fyrir síðustu kosningar og skýrt kveðið á í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar.
Og ef LÍÚ ætlar að halda áfram sínu stríði við stjórnvöld vegna fyrirhugaðra breytinga á fiskveiðistjórnarkerfinu, þá skulu samtökin átta sig á því að þau eru í stríði við íslenska þjóð. Þetta er eitt mesta réttlætismál sem hefur komið upp í íslensku samfélagi á síðustu árum og þessi þingsályktunartillaga er að mínu viti hreint út sagt fráleit.